Já, velkomin á Frelsi TV. Það er þekkt að þetta slubb, New World Order sem við köllum það, eða NATO Co. eða Sameinuðu þrjótarnir eða hvað við viljum kalla þennan viðbjóð, eða djöfladýrkendurnir eða Satan eða bara skiptir kannski ekki öllu máli hvað þetta kallast. En þessi illu öfl sem að stýra heiminum eru alltaf að drepa fólk og sprengja í tætlur. Þeir í þeirra ritúalum eða sturlunum, þá telja þeir mjög mikilvægt að segja fyrir fram hvað þeir ætla að gera, og þeir nota það líka sem svona skilaboð að skjóðu til púkana sinna, og þeir trúa að hann öðlist mátt með því að segja öllum hvað þeir ætla að gera. Og núna var að koma nýtt myndband frá Madonnu sem að er þekktur talsmaður þessa viðbjóðs, og ég get ekki spilað mikið. Þá byrja ritskoðararnir að ritskoða vídeóin hjá mér, en ég ætla að reyna að spila allavega ná þannig að áttu ykkur á hvað ég er að segja. Og hérna er, og þetta líka stemmir við það sem að við samsæringar höfum verið að reikna út, að það stendur til að sprengja upp borgir. Reyndar eru þetta fleiri borgir heldur en ég átti von á, þeir eru að tala um 4-5 borgir. En hérna eru þeir að opinbera það, þið getur svo horft á þetta bara sjálf með já, ég held að ég megi ekki spila það, byrjum við. En sjáðu þið, hérna er verið að sýna kjarnorkusprengjur, og hérna það er heilmikil skilaboðafræði á bak við græna litinn, og hún er svona frekar áhugalaus hérna hvað er að gerast í sjónvarpinu. Og það er heilmikið af pælingum hérna í gangi. Síðan hérna eru skilaboð, rottunarmættar, hérna eru skilaboð á veggnum, sjáðu þið. Ég er reyndar birti myndband þar sem að er farið meira út í þetta. Hérna er veggurinn, sjáðu þið. Númer 7, hérna er talan 44, þannig að það er mikil tölfræði í þessu myndbandi. Og síðan er náttúrulega eyðingin. Hérna sjáið hvernig að búa að sprengja allt í tætlur, sjáið þið. Og í lok þessa myndbands þá kemur hérna mjög frægt myndmál, þar sem að sko eftirlifendurnir og þýski fjárhundurinn eða úlfurinn, sem er líka til dæmis í merki Fabión og fleira slíkt. Þannig að það er rosalega, og sjáum við ástandið sko, að þetta er plottið, og hér er mynd tengd þessu tónlistarmyndbandi. Þetta er nýtt tónlistarmyndbandi, þetta eru ný skilaboð frá sturlungunum, eða þeir sem eru sturlaðir sko, ekki íslenskum sturlungum. Hérna sjáum við líka andlit í 3 andlit, sjáum við, allt fullt af merkjamáli. Og ég skora á okkur bara að fara á vefinn og finna það sem að merkjafræðingarnir eru að tala um þetta. Nú síðan kemur í trailerunum, það er oft í trailerum af bíómyndum sem er að koma. Þessi bíómynd er væntanlega 2016. Hérna talaður 5 waves eða 5 bylgjur. Hérna sjáum við Sameinuðu þjóðirnar, strax byrjaða, og fjölskyldan, sjáum við merkjamálið á hermennir alltaf að passa okkur. Og þetta er þetta geimferða psyop, eða alien psyop. Það er allt saman bara lygi frá upphafi til enda. Það er engar geimverur að fara að koma eða neitt slíkt. Og síðan segir þessi mynd frá
þessum 5 bylgjum. Það eru þessar 5 áætlanir sem eru í gangi. Það er hérna First wave, myrkur. Þeir taka út allt rafmagnið. Þetta er þekkt og flugvélar bara hrynja. Önnur bylgja, eyðileggingin. Það eru kjarnorkusprengingarnar og notaðar náttúruhamfaravopnin. Þriðja bylgjan er eiturefnahernaður, eitra fyrir fólki. Fjórða bylgjan er innrásin, það sem að málaliðar NATO og CO munu fara og þurrka upp restina af fólki. Þið vita að þeir ætla að drepa alla nema 500 milljónir. Og þannig að þetta er áætlunin. Og þið sjá þetta myndar auga hérna og þetta myndar líka andlit og hérna eru The Two Towers ennþá standandi einhverju hluta vegna. Og þið sjáið hvernig þeir visuálega alltaf að allt er sett í rúst, sko. Og þetta er það áætlunin. Þeir eru einfaldlega að segja þér hvað þeir ætla að gera. Og það er bara þannig sem það er. Og þeir tala þarna 4 borgir held ég eða 5. Ég er ekki með það í kollum. Það geta hort á, ég skal kannski sita inn í description linkana á þetta, á þessa trailera og lagið hennar matunum. Að þetta er í merkjamálinu, þetta er ekki raunveruleiki ennþá allavega, en þetta er það sem að þessir brjálæðingar eru að reyna að fæða fram inn í raunveruleikann. Og þessar 5 bylgjur eru allar í undirbúningi. Og það bendir allt til þess að þeir ætli að framkvæma þetta. Og eina opnið sem mannkyn á gegn þessu er upplýsing. Að upplýsa alla hvað er í vændum og búa sig undir það versta en vona það besta. Og ég ítreka að sjálfsögðu vona að ég hafi rangt fyrir mig með allt þetta eða þetta sé bara bíómyndir og hustureyja í mér. En við sjáum bara í rannsóknir á öðrum atburðum sem að þetta klikkaða lið hefur framkvæmt að þá sjáum við hint í skilaboð í bíómyndum og teiknimyndum og alls, í fjölmiðlum, í prenti og list og út allt sjáum við. Eins og þið sjáum þarna í Disney. Þar var opnuð þarna Betsy sýningin, listamaður sem sett upp eitthvað svona surrealist eða átti að vera eitthvað svona listaverk hjá Disney. Að þar sýndan áður en að komi fjölmiðlum til þess á Íslandi drukknuð flóttamannabörn. Þannig að þetta er allt saman psyops. Og þetta er það sem þeir kalla pre-programming eða svona forritun. Það er verið að undirbúa almenning undir það sem gerist. Og það er gert í gegnum bíómyndir og í gegnum fjölmiðlunar. Þannig að hafið þetta í huga, rannsakið þetta betur. Og ég vil þakka hlustanda sem að deildi með mér hluta af þessum upplýsingum og ég segi ekki nöfnin ykkar nema ég reikna með því allt sem að þið sendi mér að þið viljið vera nafnlaus nema þið segið í skilaboðunum það er í lagi að segja nafnin mitt, þá skal ég segja nöfnin ykkar sem sendi mér upplýsingar. Það er nú ekki aðalatriðið þetta. En þetta er ekki fögur framtíðarsýn sem verður að sýna okkur og það virðist vera miklu fleiri borgir sem á að núka heldur en við vissum. Maður hélt kannski 1 eða 2 en þeir eru að tala 4 eða 5 borgir. Og það er sturlun á lokastigi hér í gangi og forheimskun almennings á lokastigi líka. Takk fyrir komuna, endilega munið að styðja Frelsi TV ef ykkur líkar það sem ég er að gera. Og ef ykkur líkar það ekki, á ekki að halda öllum skoðunum á lofti.
og ég er nú með svona umdeildar skoðanir á mörgum sviðum og allt í lagi með það, vonandi. Og takk fyrir komuna og verið sæl.